Ágætu elskuðu vinir, við erum mætt til leiks til þess að heyra hvað Drottinn vill við okkur tala í dag og hann hefur nú verið að byggja okkur upp með margvíslegum hætti í gegnum þessar kennslur sem hér hafa farið fram og sum ykkar hafi verið að fylgjast með þessu og geti því tekið undir það sem hér sagt að það er harla gott. Kemur þessu manni ekkit við nema því leyti til að hann bara stígur til hliðar og gefur Drottni bara stundina. Og ég prívat þekki Guð og treysti honum 100% fyrir því að hann gerir bara það sem hann vill gera og að út úr því komi það sem á að koma, góð kennsla, gagnleg kennsla sem að bætir trúalífið okkar, fær okkur til að skilja betur trúalífið okkar og svona við ekki með þetta út í einhverju þvælu sé það að hann hafi þá burði til að leiðrétta málið. Þvælu segi ég, það er ekkert neitt áfellisdómur en við þurfum bara að vera á varðbergi gagnvart því sem við þurfum að gera og tala og hegða okkur og svo framvegis og þá er eina ráðið, besta leiðin til þess það er að fara bara í sjálfan grunninn og grunnurinn er orð Guðs, Nýja testamenti og Gamla testamenti, einkum fyrir okkur kristnamennina, Gamla testamenti, fyrirgefið Nýja testamenti. Þar er þetta allt. Þess vegna getum við byggt á þessum grunni sem við erum að fá þaðan. En ef við viljum ekki fara þessa leið, ef við erum svo uppfulla ósjálfstrausti og öllu því saman, að þá náttúrulega kannski treystum við okkur aldrei til þess að skilja neitt rétt. Og við erum alltaf að bera þetta undir menn og þeir eru kannski með einhverja frasa og kenningar sem að þeir hafa greipið frá þriðamanni og svo framvegis sem sjálfur greip það frá einhverjum öðrum og hvaðan það er komið það veit enginn, þetta er eitthvað í gangi og við erum kannski að stíga út á þetta, kenna þetta og svo framvegis þannig að þetta verður kannski alltaf svolítið skakt hjá okkur. Svona áherslurnar er ekki alveg eins og það ættu að vera en þetta má allt saman leiðrétta með því að fara bara í grunninn, kenna alltaf út frá grunninum, grunnpunktinum en ekkert endilega það sem við lætur vel í eyrum fólksins. Það er ekkert það sem við eigum að gera. Okkar bara það er skylda okkar sem kristinna manna að bera þetta fram eins og Drottinn vill að þessi borið fram. Og svo bara hvernig fólki tekur því það bara er allt annað mál. Við getum ekki eldsneitt við það. Ef við förum eldast við það, þá erum við alltaf í stökustu vandræðum því að það er alltaf einhverjir sem eru með hundsaus þegar þið koma inn og fara jafnvel út með hundsaus. Hvað getum við gert í því? Við getum ekkert gert í því nema bara haldið okkar striki og verið með blessunin Drottins klára og hún fylgir þessi leiða sem eru útvaldir af Drottni og hafa ákveðna smurningu yfir sér. Hann er með ákveðið fólk í kirkjunni sem að blessa og blessast út frá. Við förum bara eftir sem orðið er að segja okkur og við höfum ekki áhyggjur af neinu öðru. Við bara festum okkur við grunnpunktana sem er orð Guðs og við bara stöndum á því, erum ekkert að velta neinu öðru fyrir okkur. Og ég sem trúaður maður mér ber að gera þetta svona. Er þetta hroki að segja þetta? Ég spyr þig bara á móti, er það hroki? Er það hroki fyrir mig sem trúaðan kristinn mann að vilja gera þessa bók að minni helstu kennslubók? Ég held þú tæki nú ekki undir það að segja hroka gert. Heldur er þetta bara það sem okkur sem kristnum mönnum ber að gera og við erum sammála þetta. Þess vegna bara höldum okkur við þetta atriði. Og þú sem manneskja, hvort þú ert karl eða kona, þú ert trúið manneskja, þú hefur heilagan anda sem merkir það að þú getur náð sambandi við Drottinn sjálfur og sjálf þegar þú vilt. Kristur er milligöngu maður milli Guðs og manna, engin annar maður. Það er ekki fyrst að fara í gegnum þennan, svo til Kristus, svo til Guðs og þaðan til þín. Nei, það fer bara beint frá þér upp til Guðs. Því að línan hjá Guði gagnvart okkur mönnunum er bein. Það er engin eitt hafin yfir einn annan þar, en það er aftur á móti það sem við höfum gert. Við setjum menn á stall, við tölum með þennan sem ofboðslegan trúmann. Ég er ekkert að gera neitt lítið úr því við erum á misjöfnum stöðum, en við höfum ekki að horfa á þetta og við höfum ekki að tala svona.
við erum bara að tala Jesú sem eitthvað sem þessi manneskja hefur þá bara tekið að sér á öllum sínum mætti. Og það bara það sem við höfum að gera. Þannig verðum við miklar trúmanneskjur. En yfir þessu eru alltaf Jesú. Og við getum ekkert farið einhverja skemmri skýrn í öllu þessu. Þessi skemmri skýrn, hún ekki til. Þetta klippt og skorið eins og allt í Guði. En ég þarf að sjá það þannig og þá fer ég að biðja til að mynda bænir sem eru markvissari og ég fer að skilja ýmislegt sem að varðar bænina. Ég þarf að gera hana eftir ákveðnum leiðum og það sumt sem að Drottinn bænheyrir mig með, annað bænheyrir hann mig ekki með vegna þess að kannski bænin mín að hluta til þannig að ég að skipta mér að lífi annarra manna og kvenna. Þannig að við þurfum að skoða ýmislegt einir af hverju til að mynda Guð ekki að gefa okkur bænastaf. Við þurfum að leggja þetta fram fyrir okkur og spyrja okkur, býtu, akkur ég 5-10 árum setna að byggja sama bænarefni, það gerist ekki neitt. Getur það verið að ástæðan sé fyrir því sé að Drottinn sé ekki að hlusta á þessa bæn þráttur allar kvartanirnar og kveinstafin og rópin eftir Guðs? Þetta ekki bara vegna þess að við erum að biðja einhvað sem okkur varðar ekkert Drottinn heyrir ekki svoleiðis bænir og sumt hjá okkur þannig að við erum að hnýsast í það sem okkur kemur ekkert við. Til dæmis varðandi líf annarra manna sem við viðurkennum sjálf að hver og einn maður hefur frjálsan vilja og hann getur gert hvað sem hann vill. Drottinn meira að segja, hann fer ekki út í þá sálma að taka þetta af manninum. En við með bænum okkar erum að hugsa fyrir fullorðið fólk, hugsa fyrir þennan og fyrir hinn, auðvitað geta menn þurft hjálpa allt saman það, en halló, 5-10 árum setna situr allt við sama. Þá ekki komin tími á að fara að endurskoða eitthvað sitt bænalíf og athuga við, er þetta rangt hjá mér að gera þetta? Ég held og lít svo á að það sé í sömu tilvikum sé þetta eitthvað sem ekki endilega af hvötum kærleika og elsku. Það sé frekar að stjórnsemi og frekju sem við erum í þessu formi og við viljum hafa áhyggjur af fólki og við tökum að því sumpart hann rétt að lifa sínu heilbrigða eðlilega lífi. Við erum kannski búin að binda það svo á okkur og svo sem að í umhyggju allt saman það, en sumstaðar þarf að sleppa. Af því að hver og ein manneskja þarf að lifa sínu lífi sjálf upprétt. Hún lærir aldrei að lifa upprétt manneskja ef hún alltaf með vendina í kringu sig, stjórnsemin í kringu sig. Hvar þá frelsið sem hún að biðja og fædd til að vera í? Það ekki til staðar. Og þessi erum við að hamra á árum saman, það gerist ekki neitt að séðverður. Kannski komin tími til að bara, þetta svona og Drottinn, þú tekur bara við þessu máli. Það nóg að bænarefni sem við getum verið að biðja fyrir, það ekki vandinn. En sömu þurfum við greinilega að sleppa. Því að Drottinn bænheyrandi Guð. Og hann segir á einu stað, ég mun fljótt rétta hlut hennar. Hann talar rangláta dómana, við þekkið þá sögu, þar sem að konan var að knýja á. Ég tel að konan þessi hafi verið að knýja á einhvern réttlætis verk frá Guði hann rétti hlut sinn með einhverjum, af því hún kannski varð fyrir einhverju óréttlæti. Og hún hætti ekkert fyrir en það var komið. Suma bænir okkar ekkert endilega þessum hvötum. Hvis ég segi, þá þetta ofta stjórnsemi og bara frekju. Við viljum að þessi manneskja hagi sér eins og okkur líka. Og við sættum okkur ekki við það að ef hún gerir það ekki. Þegar það fer allt í klessu hjá okkur sjálfum. Og við erum árum saman að biðja þessar bænir aftur og öllum bænastundum sem við erum á og öllum bænatöfum eru bara undirlagðir undir þetta 5-10 árum seinna. Þetta ekki eitthvað til að hugsa elskuðu vinir?
Er þetta ekki einhvað sem við þurfum að staldra við og skoða, er þetta rétt að gera þetta svona? Við kannski horfum tilbaka og við erum ekki búin að átta okkur á því kannski að það er kannski 5-10 ár sem við byrjuðum að biðja fyrir þessu bænarefni. Mörg ár. Og við erum ennþá á sama stað að biðja inn í þetta nákvæmlega, þetta mál með nákvæmlega sama hætti. Þarna tel ég að það sé eitthvað sem ekki er alveg eins og á að vera. Og ég taldi upp nokkur atriði sem gætu þarna komið til greina sem ég biði ykkur elskuðu vinir að skoða hver hjá sér og ég ætla að gera það líka ef þetta er reynslan hjá mér. Þannig að við þurfum að biðja vera hyggin í okkar bænum. Og við verðum að muna það, elskuðu vinir, hversu mjög sem við elskum annað fólk og heitt við þráum að hafa það hjá okkur, að þá eru þetta samt sjálfstæðir einstaklingar sem vilja fara sinn veg og þeir fara hvort sem mér líkar það betur eða ver. Ekki láta nota okkur að neinu leyti. Enginn af okkur á að sætta sig við það að hann sé notaður. Hverjum hjálpar það? Ég spyrði, ég veit það ekki, ég held að hjálpi engum. Við skulum lesa hérna leksíu og yfirskriftin yfir því er eigi þreytast að biðja. Hvað erum við að biðja og hvernig bænir erum við að biðja sem er svona kannski útgangspunkturinn á þessari kennslu hér hjá okkur í dag? Hvernig erum við að biðja? Og á hverju erum við að hamra? Og hverjar eru hvatirnar og hvaða grunni liggur þetta bænarefni? Er það á réttlæti, sönnu einu sanna réttlæti, eða er þetta eitthvað bara sem ég vill að sé svona eða hinsi? Á þessu eru munur sem getur svarað því hvers vegna ég er ennþá að biðja fyrir þessu bænarefni mörgum árum seinna og það er allt við sama. Er ég ekki bara að reyna að brjóta eitthvað á bakattur sem ég á ekkert að skipta mér að? Og hvað segir drottin í því máli? Það er komið tími til að sleppa, elskaði vinur og vinkona. Það er komið tími til að sleppa. Og hvað gerist þegar að þú sleppir? Að náttúrulega manneskjan er náttúrulega frjálsað þessu leyti til, innan gæsalappa, og drottin er komin með manneskjuna yfir til sín og er að byrja að starfa í henni. En sem ég kannski með mínum yfirgangi, svona innan gæsalappa líka, var að hindra drottin í á yfirgangi. Af því að ég sætti mikið við þennan einstakling svona og svona, það fór í taugarnar á mér. Og ég er að gera allt sem ég get gert til að beygja hann undir þann vilja sem að mér líka. Svo sem á góðum hug, svo sem til þess að hjálpa til, það vantar ekki. En ég er ennþá með manneskjuna í einhverjum farvegi sem að hún getur raunverulega ekki á heilum sett tekið vegna þess að hún er ekki sjálfstæð í hjarta sínu, hún er bundin. Kannski vegna þess að hún lifir við ákveðna ofstjórn af minni hálfu. Á þess að ég geri mig grein fyrir því. Ég kannski að hlutast til hennar málefni allt of mikið. Sem gerir það verkum að hún eiginlega bara, já, hvernig ná hún að vera? Hún er alltaf bara lítil í sér. Í staðan fyrir að hjálpa henni til þess að stíga upp úr þessu lítil í sér og verða bara venjuleg manneskja. Og inn í þetta erum við að biðja að við viljum sjá ákveðin einstakling verða svona og hinsegin. Þess á milli tökum við undir það að hver einstaklingur sé sjálfstæð sköpun Guðs með þetta í sér og kannski allt öðru sér langan heldur ég nokkun tíman mun hafa. Stundu þurfum við að sleppa, elskuðu vinir. Því að suma bænir okkar, það hljóta að geta að tala til okkar eftir 5-10 ár sem við erum ennþá að hamra á með jafn miklu þunga eins og alltaf áður.
Það hlýtur einhvers staðar að vera einhvað bogið við þetta þegar svona er farið. Það hlýtur að vera, svarið hlýtur að liggja í því að ég er að gera einhvað sem mér varðar ekkert um. Við verðum að leyfa manni og konu að lifa því lífi sem hún vill sjálf lifa. Og ef okkur mislíkar það svona rosalega, já, ég veit ekki hvað við gerum í því, en við getum ósköp lítið gert í því. Við náttúrulega biðjum, leggjum þetta fólk fram, dortum varðveit þetta fólk og allt svona það. En þetta á ekki að vera einhver þráhyggja hjá mér að sjá þetta og hitt gerast í þessar og hinni manneskjuna að ég ræð engu um það. Og Drottinn heyrir bænir. Við megum ekki gleyma því að Drottinn heyrir bænir. Og réttlæti hans skal ná fram. Og það mun ná fram. Já, við skulum lesa hérna 18, þetta í Lúkasi 18. kaflanum. Þá sagði Jesús þeim dæmisögu það hvernig þeir skyldu stöðugt biðja og eigi þreytast. Í borg einni var dómari sem hvorki óttaðist Guðinni skeytt nokkurn mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlægt til hans og sagði: Látum mig ná rétti og mótstöðum henni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, en að lokum sagði hann við sjálfan sig: Ekki óttast í Guð að sönnu, né skeyti nokkurn mann, en þessi ekkja lætur aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar, áður hún gerir út af því með nauði sínu. Hvað var þessi kona að biðja um? Ég hygg að hún hafi verið með eitthvað réttlætismál sem hún vissi að hún yrði að fá lagfært. Hún vissi að dómarinn gat rétt hennar hlut. En hvað með mína þráhyggju gagnvart einhverjum einstaklingi? Er það endilega réttlæti að það komi fram? Af hverju fæ ég ekki bænasvarið mitt eftir mörg ár? Er mögulegt að þessi bæn sem ég er að hamra á, að hún er eitthvað sem ég á ekkert að, eða mig varðar ekkert í raun og veru, að því að það er sjálfstæði í hverri manneskju? Er þetta ekki einhver bara þráhyggja mér að sjá þetta og hitt gerast sem að hin manneskjan kæri sig í raun og veru ekkert um? Og hvað ætla ég að gera í því? Það er bara ein leið. Það er bara að gefa Guði þetta. Halda áfram að elska viðkomandi einstakling og gefa svo Guði bara afgang og Drottinn, ég er búin að gera mér, nú tekur þú við þessu, ég er hættur þessu. Trúiði mér að þetta atriði er gríðalegt frelsi. Því ef þú ert að hamra á þessu eins og þú gerir kannski, þá er það vegna þess að þú getur ekki séð það, getur ekki hugsað það þetta sé á þessum stað sem það er. En á hvaða stað er það? Einhverjum sem þú sér, en hinn sér ekki og mun aldrei sjá. Per heldur Drottinn sjálfur opnar augun. Og þess að þarf ég að sleppa eftir einhvern tíma. Því ég sé að þetta er ekkert að ganga hvort þið er. Er ekki svolítið til í þessu? Þannig við sjáum að með þessa ágætu ekkju. Ég tel að hún hafi verið að berjast fyrir einhverju réttlætismáli sem að allavega Drottinn talar að hafi verið. En hún er að fást við einhvern þverhaus dómara sem nefndi þess ekkert, en lét sig á endanum. Mér þess að hann sá þetta. Hann hefði ekkert farið út í þetta ef þetta hefði verið bara tóm þvæla sem þessi kona var að tala um. Hann vissið, hann vildi bara lengi vel ekkert gera því hún var sama fólk. En hann sá að þetta var eitthvað sem henni bar, kannski ekkert stórvægilegt í hans augum, en var það greinilega í hennar augum. Þetta er ekki þráhyggja. Þetta er að láta réttlæti ná fram að ganga. Og ég hef mitt réttlæti og ég hef minn rétt sem ég má jafnir fara með fram fyrir dómara. En sumt sem að ég kannski vildi koma með til dómara, hann myndi hrista höfuðið yfir því og sagði, eru þið nú akkurat með þetta hérna? Þetta á ekki teima hér.
Getur verið að Drottinn sé að tala þetta til þín í dag, að þú sért með eitthvað bænarefni hjá framjúr honum sem hann segir bara, herðu vinur, þér varðar ekki þetta. Getur það verið? Við erum bara fólk, við erum bara breyst fólk, og breyst fólk breytir margvíslega. Við erum ekki alltaf rosalega hyggin í því sem við erum að sjá og heyra. Stundum erum við uppfull af tilfinningum og látum stjórnast af tilfinningum. Auðvitað vill Drottinn að við tölum þetta við sig, en halló, 5 og 10 árum seinna og ennþá á sama stað, þá er eitthvað að. Þá er eitthvað ekki alveg að virka. Og við skulum bara lesa inn í það mál. Og þess að hún er búin að láta dómaragreið gefast upp á sér og hann er komin af stað með máli, búin að rétta hennar hlut. Og í 7. versinu þá lesum við þetta: og Drottinn mælti, heyrið hvað rangláti dómarinn segir. Hann gafst upp, því hjarta sínum vissi þessi dómar að þessi kona var að fara með rétt mál og hún var að hamra á réttlætinu fyrir sjálfan sig. Það er ekki sama á þráhyggja mín. Það er ekki sama á það að ég vilji sjá einhvað eftir mínu höfði gerast í lífi þess og hins einstaklingsi. Það er ekki það sama. Oft er það af öðrum hvötum sem heitir stjórnsemi, með öðrum orðum frekja. Þannig er það. Og ekki það okkur vill vera með þessar nafngift á okkur, stjórnsemi og frekja. Drottinn er að tala, mundu það. Hann er að tala við þig. Af hverju? Af því hann vill að þú lærir. Hann vill að þú skiljir það sem hann er að segja. Hann vill að þú beri fram bænir sem eru kannski ekki af stjórnsemi og tilfinningar sem gegnum gangandi, heldur á einhverjum grunni sem hann hefur lagt. Og svoleiðis bænarefni eru fullt til af. Hellingur, þau eru út allt. Drottinn vill sýna þér og hann mun gera það. En hann mun halda áfram að halda utan þín mál. Mér þess að rangláti dómarinn endaði með því að gera það. Hvað þá heldur Guð? En hann heyrir ekki hégóman. Það er líka eitt af því sem að Biblían kennir, hann heyrir ekki hégóman. Og Drottinn mælti, heyri hvað rangláti dómarinn segir. Við heyrðum það, hann endaði með því að rétta hlutina þó hann nefndi enga veginn, hefði enga náhuga fyrir þessu máli, enda konan að tala bara við mann, eins og mig og þig. En við erum að tala við Guð. Svo segir hann hér, mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Hann spyr. Mun hann draga að hjálpa þeim? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi það að já, hann gerir það ef hann er ekki búin að rétta hlutin eftir 5 og 10 ár. Þá var hann að draga það að hjálpa þeim. Þess vegna segi ég það, er það möguleiki að það sem þú hefur að biðja og hamrað á sé ekki Guðs vilji? Er það möguleiki? Hann segir það hér, hann munur skjótt rétta hlut sinna manna. Skjótt. Og skjótt í mínum huga er ekki 5-10 árum setna eða bara aldrei. Hann er réttlátur Guð. Hann gengur fram í réttlæti sínu. Af því að við erum að byggja málflutning okkar og bænarefn á grunninum sem heitir Nýja testamenti og Gamla, þá byggjum við þær bænir sem við vitum að vilja heyra. Það tengjast okkur. Því bókin hans, hún tengist okkur öll með einum öðrum hætti. Mér svona og þér einhvern veginn öðru sig. Því hún er fyrir okkur og þannig vill hann að við byggjum, af því hann vill að við byggjum frá þeim grunni sem hann hefur lagt. Og hann veit að við getum verið með alls konar í okkur sem við erum að berjast fyrir.
En er það vilji Guðs? Já, hvað finnst þér það? Þú ert ennþá að hamra á 5-10 ára gömlum bænarefnum og það er ekkert að gerast í þeim málum. Við hljótum að þurfa að skoða þetta upp á nýtt þegar svo er komið fyrir okkur. Mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Spyr hann. Mun hann draga að hjálpa þeim? Hann dregur það ekki. Bænasvarið mun koma fljótlega, en ekki 5, 10, 15 eða 20 árum setna, og það er raunverulega sama og að það komi aldrei. Er það ekki einhvað að hjá okkur sjálfum þegar svona er komið fyrir okkur? Er það ekki einhvað sem við þurfum að endurskoða, laga, sjá upp á nýtt og leyfa Guði að opna augun okkur fyrir þessu? Og kannski liggur sökin mín megin að ég er ekki að sjá þetta rétt og ég er að hlutast til mál sem ég varðar ekkit Ekki ætla það að drottinn taki þátt í slíku. Því hann virðir einstaklingin 100% og þetta vitum við. Við vitum hann er svo ákveðin í að taka ekki frjálsa hugan frá manninum. Hann leyfi meira segja forföllnum alkohólista sem er að reyna að þurrka sig upp að fara út í sollan aftur. Við vitum þetta, við höfum séð þetta. Og við erum kannski fólki sem erum á þessum stað og við förum í þetta aftur. Akkur kom ekki drottinn í veg fyrir það? Og ekki er svo lítið beðið fyrir þessum einstaklingum. Að það einni ástæðu. Hann virðir það sem að ég vel. Að því hann vill ekki taka það frá mér sem hann gaf mér sem heitir frjálsögur. Mér. Þú getur verið með áhyggjur af mér ef þú vilt það. Ég veit þú hefur það ekki, það er ekki málið. En þú gætir það kannski. Til hvers? Ég er sjálfstæður einstaklingur og ég lifi því lífi sem ég vil lifa. Og svona segja allir menn. Ég lifi því lífi sem ég vil lifa. En ég get hjálpað til með því að lifa heiðarlegu, heilbrigðu lífi sjálfur. Sem aðrir menn sjá og vera ekki með neitt í felum sem ég er að gera. Þannig lífi get ég lifað. Og þannig lífi við drottinn að ég lifi en hlutist ekki til annað fólk sem ég varðar ekkit Uppeldi er allt annað. Heilbrigt uppeldi er allt annað og að leiðbeina og segja mun til allt annað. Og heilbriðan hátt. Ég segi, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Hvað með bænarefni eftir 5-10 ár? Er það að rétta hlut manna og kvenna skjótt? Ekki í minni bók. Ég veit ekki með þig, en það er ekki í minni bók. Nei, vinir, það er eitthvað að þarna. Það er einhvað sem ég þarf að skoða upp á nýtt. Sjá upp á nýtt. Og þá gæti svo farið að ég sæi að ég verð bara að sleppa þessu. Það er ekki til neins að vera að þessu. Og kannski var það sem að drottinn var alltaf að bíða eftir. Er ekki sumt sem við erum búin að halda allt of lengi í? Er þetta ekki búið að fá að hefta mitt líf og þitt líf allt of lengi og nógu lengi er ekki komin tími til að fara að fá frelsi fyrir þessu? Ég myndi segja það. Við verðum að leyfa fólki að taka ábyrgð á sínu lífi. Fullorðnu fólki, sjálfráða fólki sem að ætti að geta það og getur það, en kannski ég og þú hefum hindrað í með kannski tilfinningasemi okkar. Og kannski sumpart afskiptasemi. Eins og ég sagði þá var þetta allt saman á góðum hug og það vantar ekkert upp á það. En við megum ekki gleyma því að við erum að tala einstakling.
og hver einstaklingur verður að fá að ráða sínu lífi sjálfur, hann verður að læra að taka ábyrgð á sínu lífi, en við skulum aðstoða hann eins og við getum, en við tökum ekki ábyrgð hans lífi fyrir viðkomandi, því það er okkur ekki ætla. Mér nægir alveg mitt eigi líf til þess að taka ábyrgð á. Að hjálpa til er allt annað mál. Og við skulum vera áfram vinir þessa fólk. Við skulum áfram elska það í hjarta okkar. Við skulum áfram leggja allt gott til þessara manneskja, en við skulum ekki stjórna lífið þeirra lengur. Við skulum ekki vera full upp í rjáfur og áhyggjum út af þessum og hinum einstaklingum lengur. Þegar hver hefur nóg með sig. Drottinn segir, ég mun skjótt rétta hlut þeirra sem biðja til mín. Og það er ekki 5 árum setna, 10 árum setna, Guð má vita hvað. Skjótt hjá Guði er líka skjótt. En til þess að þetta gerir, þá þarf ég að læra að sleppa sumu. Og þegar ég er vel að mér í orði Guðs og þegar ég að skilja betur út á hvað þetta gengur og hvernig ég á að biðja. Faðir, kenn mér að biðja, kenn okkur að biðja. Hann mun gera það. Ég segi þér, hann mun skjótt rétta hlut þeirra, en mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Tökum annað dæmi þarna. Við erum ennþá að biðja fyrir einhver eftir 5 ár, er það að trú? Nei, það er ekki að trú. Er það ekki bara hreint og beint af vantrú? Það er margt sem við þurfum að skoða. Það er margt sem við þurfum að kíkja á. Það er margt sem við þurfum jafnvel að endurskoða og hugsa upp og nýtt. Það er allt í lagi. Við bara gerum það. Þetta er ekki neitt áfellisdómur yfir einni neitt. Það er bara að vera að benda á að sumt er kannski ekki eins og alveg eins og á að vera. En fyrst þarf að sjá það. Fyrst þarf að skoða það. Fyrst þarf að játa að þarna er hef ég kannski gengið of langt. Og það er allt í lagi. En hérðan frá sleppur því sem má sleppa, þarf að sleppa. Og játar það að hver og einn verður að bera ábyrgð á sínu lífi sjálfur og sjálf. Að hjálpa til, vera til taks og staða er allt annað mál, og það skulum við gera. Við skulum gera það. Við skulum vera til staðar fyrir þetta fólk og við skulum láta að vita að við elskum það. Okkur þykir vænt og við viljum hafa það hjá okkur. En við skulum líka átta okkur á því að sumum stjórnum við ekki. Við getum það ekki. Og af hverju viljum við gera það? Af hverju? Því það er eitthvað í mér sjálfum sem segir að ég verða að halda utan að þess að ég get ekki sleppt af henni hendin, hún geti farið sér að voða. Ég man alltaf eftir því, blessuð móður mín, þegar nú látum fyrir mörgum árum og þegar við vorum mörg systkini, hún átti mörg börn og við vorum hérna nokkri guttar á svipuðum aldri og sitt hvora árinu, og ég spurði hann einu sinni hvort hún hefði aldrei haft áhyggjur á, við vorum náttúrulega bara gaurar, við vorum að gaurast út allt og leika okkur út allt líka, vorum allstaðan. Hún sagði, aldrei, sagði hann. Ég var svolítið hissa á því. Hún sagði, ég veit hverju þið eru, ég þekkti ykkur. Ég vissi það að þið myndið ekkert fara ykkur að voða. Þetta var nú það veganesti sem hún hafði, hún var alveg salla róleg, þó við værum að gaurast út og bryggjum og upp í hraunum og klifrandi og prílandi út allt. Ég man aldrei eftir því að neitt á okkur hafi hruflað sig, kannski fengið einhverja smá skeinu á putta eða eitthvað slíkt. Við spurði hann eins og neður, þá var ég honum fullorðin maður og við vorum eitthvað að tala saman og þess vegna kom inn á þetta. Hún sagði mér og ég var svolítið undrandi, svo ég var aldrei með neinar áhyggjur af ykkur. Svo sagði hún að ég þekkti ykkur. Þannig er það ekki bara, ef við ekki bara reyna að þekkja hvort annað vel. Er það ekki bara heilmikið unni með því? Treysta fólki. Er ekki heilmikið unni með því? Og við byggjum bænir fyrir þessu fólki alveg sjálfsagt mál og við gerum það áfram, hvernig sem er.
en við höldum ekki og hömmurum ekki á það, við viljum sjá þetta gerast og hitt gerast hjá þessar og hinni, til að mér þetta sé eitthvað, hún sé orðin eitthvað lík mér. Akkur allt öðru sér upplag í viðkomandi og bara kannski ekkert sem ég hefa áhuga á sem hún hefur nokkurn einast áhuga fyrir að vera. Akkur vil ég að þessi manneski sé eitthvað líkjast mér. Ég skal vera henni fyrirmynd. Ég skal vera henni fyrirmynd að því leitin til að ég skal hegða mig vel. Ég skal vera heiðarleg manneskja og hún skal fá að sjá það að ég elska þessa manneskju, hún vinur minn þegar hún kemur. Það skal ég gera. Ósköp lítið meira sem ég get gert. Ég skal vera með henni í bænarefnum mínum. En að stjórna, nei takk. Breyta, nei takk. Það ekkert mitt hlutverk. Því þú breytir engu nema sjálfu þér. Og það það sem Drottinn að tala Hann segir, ég mun rétt að skjótt hlut þinn. Mér þess rangláti dómarinn sem að viðurkennir það í raun og veru þessi kona var að fara með rétt mál, endaði með því að hann gerði þetta. Þó nefndi því engan veginn. En við erum að byrja 5-10 árum setna og ennþá með sama bænarefni og við kveikjum ekki á perinni. Akkur hver skilur mannshjarta? Vinir, sumu þurfum við að sleppa. Ég man mjög vel eftir því fyrir svona 10 árum síðan og þá var ég að burðast með svona mál, leiðindarmál, og ég man eftir því með þess að hvar ég var staddur. Ég var staddur við ákveðna útidyr og var að taka í húnin. Þá kom Drottinn til mín og sagði, slepptu þessu. Hann var þá að tala þetta mál og veitir hvað gerðist. Ég sá þetta mál bara sigla í burt frá mér. Á þessu andartaki fann ég fullkomin frið fyrir þessu máli og það var aldrei komið tilbaka. Aldrei. Hvað var það hitt? Auðvitað var þetta bara þráhyggja. Ekki vilji Guðs. Og hann hefði aldrei gefið mér þetta bænarefni. Og í dag auðvitað þakka ég fyrir það. Því ég veit að í dag þetta var ekkert mér ætlað. Svona Guð. Og ég hygg það að hann sem margótt búin að segja þetta við þig, slepptu þessu bara. Þú kannski sleppir í og grípur það svo aftur. Er þetta trú? Drottinn spyr, en mun mannssonur finna trúna þegar hann kemur tilbaka? Ég vona að finna hana hjá mér alltið. Og ég vona auðvitað að hann finna hana hjá þér. Og ég bið það að hann finna hana hjá þér. Og ég þrái að hann muni finna það hjá þér og ég trúi því reyndar að hann muni finna trúna hjá þér. Við skulum lesa þetta aðeins meira, þetta nú verið að búa í okkur. Jesús sagði líka dæmisögu þess að við nokkra, þá treystu því að sjálfur væri þið réttlátir en fyrirlutu aðra. Fyrirlutu aðra. 2 menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir, annar var farisi, hinn tollheimtum maður. Farisinn steig fram og baðst hann fyrir. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtum maður. Ég fasta 2 í viku og geld 10 öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki eins og hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Vertu mér syndugum líksamur. Hvað nefndi hann sjálfan sem með þessum hætti þessi ágæti farisi? Hvergi. Hann kom bara fram fyrir hann, ég mikill og merkileg og ég hef gert þetta og ég hef gert hitt. En þessi maður fór ekki réttlætu frá Drottni, heldur tollheimtum maðurinn sem var fullur af iðrun. Fullur af iðrun. Og hvað er iðrun? Framfyrir Guði. Það er það að vilja snúa við. Og er snúin við, ég trúi því að maður sem biður svona sé snúin við. Og hann er að sjá mistökin sem hann hefur gert. Hann kemur fram fyrir Guð og iðrast fyrir það.
vertu með syndugum réttlátur, miskunnsamur. Leifum Guði að vera Guð í okkar lífi og gerum það sem að okkur snýr og byggjum þær bænir sem Drottinn er að biðja okkur og hann vill setja í hjarta mitt hér og nú í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Hauksson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið góða og gagnlega kennslu í dag og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram af því að þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið. Amen.